Komið sæl og blessuð. Ég ætla að viðurkenna að það aðeins öðruvísi tilfinning í dag að setjast niður og ætla að taka upp introið fyrir þátt dagsins. Núna þegar ég hef aðeins verið að rýna í hlustunartölur síðustu daga og setja þær í samhengi. Þegar ég hugsa út í að það eru nokkur þúsund manns sem hlusta á hvern þátt, þá það í raun hálf fáránleg tilhugsun, sérstaklega á meðan ég sit ein inn í stúdíói með mikrofón. Og þetta minnir mig á að ég fekk ansi góða ábendingu, ég fekk skilaboð daginn frá hlustanda sem var að biðja mig að segja aðeins frá sjálfri mér, aðeins að kynna mig. Hún væri mjög ánægð með þættina en hún bara vissi ekkert mig og hver ég væri. Og jú, þetta góður punktur. Ég veit ekki, ég hef ekki verið með henni að formulega kynningu, það alveg rétt og ég verð að viðurkenna að mér hafði ekki einu sinni dottið það í hug. Og það ekki af því að ég svo svakalega góð með mig eins og þetta mögulega hljómar, heldur meira því að ég gerði ekki ráð fyrir að það væru einhverjir að hlusta sem þekktu mig ekki, einhverjir aðrir heldur en bestu vinkonur mínar og mögulega amma mín. En kemur á daginn að hún elsku amma, hún nægir ekki með nokkru móti að setja upp Spotify og ég held hún hafi ekki náð að hlusta á einn einasta þátt. Hún býr á Akureyri og nei, ég ekki að fara að reyna að kenna henni þetta í gegnum síman. Og fyrst við erum á annað borð að ræða hana ömmu og hennar tæknikunáttu, þá gaman að segja frá því að hún var að óska bróður sínum til hamingju með afmælið í vikunni, skrifaði kveðju á Facebook og henni tókst einhvern veginn að breyta prófílmyndinni sinni í mynd af honum. Ég ennþá að reyna að átta mig á því hvernig hún fór á þessu, en já, allavega, afsakið mig, þetta ég í hnótskurn, ætlaði að fara að segja eitthvað frá sjálfur mér en tala bara ömmu. Og talandi hana ömmu, þá ánægði mitt afmæli í dag, 13. nóvember, þegar þessi þáttur kemur út, svo ég ætla bara að nota tækifærið og óska henni elsku ömmu minni til hamingju með daginn. En við erum víst hér til að tala vörumerki, ekki mig og alls ekki ömmu mína, þó ég gæti nú vissulega að tala hann í allan dag og þó hún í afmæli. En þáttur dagsins. Það má segja að þetta sé tímamóta þáttur af nokkrum ástæðum, auðvitað fyrst og fremst vegna þess að hún amma og afmæli, en líka vegna þess að þetta fyrsti þátturinn þar sem viðmælandinn karlkyns. Og ekki bara vegna þess, heldur líka vegna þess að við erum komið með nýjan samstarfsaðila. Og ég segi við að því að þið eru með mér í þessu, það bara þannig. En vörumerki sem sagt komið í samstarf með Alfreð atvinnulit sem var að byrja með nýja og spennandi þjónustu sem hjálpar rétta starfinu að finna þig en ekki öfugt. Ótrúlega spennandi og meira það á eftir. En þá ættum við kannski að snúa okkur að þætti dagsins og viðmælandanum, en það hann Guðmundur Heiðar Helgason, hugmynda- og textasmiður og ráðgjafi í almannatengslum hjá vörumerkjastofunni Tvist. Gumi hefur unnið fyrir mörg af stærstu vörumerkjum landsins í starfinu sínu hjá Tvist, en þar áður var hann upplýsingafulltrúi Strætó og þess vegna eru margir, þar á meðal ég, sem eru búin að skapa ákveðin hugrenningatengsl og fyrir mér þá verður þetta alltaf Gummi í Strætó. Þetta spjall það sem ég myndi lýsa sem svona fullkomin í blöndu af persónulegri frásögn og almennri umræðu markaðsmál og vörumerki, en í þættinum þá lýsir hann meðal annars erfiðum verkefnum sem hann þurfti að takast á við í starfinu hjá Strætó. Hann segir frá því hvaða íslensku vörumerki honum finnst bera af og hvaða fjölmiðlastorma hefði mátt tækla betur. Mjög áhugavert svona út frá sjónarhorni almannatengils. Þá veltir hann því einnig fyrir sér hvort ferskleiki sé ofmetinn og kunnugleiki vanmetinn. Og ég man ykkur til að segja þetta 5 sinnum hratt. En við skulum ekkert vera að tefja þetta og snúa okkur beint að þætti dagsins. Fyrsta hlaðvarpsviðtalið þitt, eða ekki? Þetta mitt fyrsta hlaðvarp. Já, þú ert að bóka aðra í viðtöl meira. Já, ég búin að vera að gera það sérstaklega yfir síðastliðin kannski 3 ár. Þá ég hvað mest í því núna að sérstaklega bara bóka. Já. Á meðan kannski svona fyrr á mínu starfsferli þá
var ég töluvert meira hérna í hlutverki viðmælandans en nú hefði aðeins snúist við og nú ég yfirleitt í því að reyna að koma fólki einhvers staðar að einhverjum öðrum en sjálfum mér. Segðu okkur hvað þú ert að gera í dag? Í hverju felst starfið? Þú ert hugmyndasmiður og almannatengill hjá Twist, er það ekki? Jú, ég starfaði hjá vörumerkjastofunni Twist og þar bæði þá texta- og hugmyndasmiður þar að segja svona skapandi hugmyndavinnu og textasmíð fyrir alls konar miðlun og auglýsingaefni og svo ég einnig ráðgjafi í almannatengslum. Þannig að það eitt af verkfærunum sem að ég get komið með að borðinu hjá stofunni og boðið viðskiptavinum upp á þeim viðskiptavinum sem finnst þeim þurfa. Og þeir eru vörumerkjastofa, þeir eru ekki auglýsingastofa? Jú, við erum þannig sé bæði en svona á síðasta ári höfum við verið að reyna að íta okkur í það átt að kalla okkur vörumerkjastofu aðeins að kannski reyna að skilgreina stofuna betur og það sem við eða okkur finnst við vera hvað best í því að það svo margt miðla umhverfi hefur breyst svo mikið á síðustu árum og eigendur stofunar hafa gríðarlega reynslu úr þessum bransa og þeir hafa talað það áður fyrr. Þú ert að tala úr þessum vörumerkja úr auglýsingabransan áður fyrr þá var þetta þegar þau voru að byrja þá var þetta sjónvarp, prent og útvarp. Já, þetta aðeins fjölbreyttara núna. Aðeins fjölbreyttara, þannig að það eru miklu meiri möguleikar, miklu fleiri snertifletir en samt alltaf þessi hugmyndum vörumerki að það þessi svona langtíma hugsun og þú nýtir í raun öll því tól sem í boði og auglýsingar í raun bara eitt af þeim tólum sem í boði. Akkurat. Þannig að þið eruð þá, ég er að reyna aðeins áttum á þessu, eruð þið þá að vinna herferðir eða eruð þið að búa til vörumerkja stefnu eða bara allt? Í rauninni allt þetta og það allt þetta í boði. Við getum gert sjónvarpsauglýsingar, við getum gert herferðir, í rauninni allt sem að hendar kannski kúnnanum. Já, þeir eru alveg með framleiðsludeild og allt þetta innan hús líka. Við fáum vilt verktaka í það en þegar við gerum eins og sjónvarpsauglýsingar eða stórar herferðir við til dæmis erum búin að taka hérna Mottumars og Bleikuslaufuna síðustu 2 ár sem náttúrulega risa stórt almanna heilla verkefni sennilega stærsta á landinu. Já, það ekki. Og það þetta mánuður heill mánuður bæði, það heill Mottumars og svo það Bleikur október þannig að þú þarft að plana og teygja út herferðina og halda henni lifandi í heila mánuð og það rosalega áskorun. Sérstaklega ár eftir ár. Ár eftir ár. Ekki alltaf sama. Já. Og þar ertu þá yfirleitt uppskriftin þannig að þú ert með stóra sjónvarpsauglýsingu fyrst, það sem við köllum svona hero auglýsingu og á hverju ári yfirleitt tekið einhver einn flötur af einhverju málefni sem dæmi fyrsta Mottumars herferðin sem við gerðum með Krabbameinsfélaginu, það var frestunar áratu karla til að fara í skoðun. Já, ég man eftir því. Já, og svo núna nýlega eftir það þá gerðum við Mottumars sem var sett meira fókus á að fólk myndi hreyfa sig meira að hreyfing, hún getur verið rosalega góð í að minnka líkur forvarnir og svo núna síðast var einmitt svona lífstíl að óheilbrigður lífstíl getur aukið líkur á því að fá krabbamein. Já, það lítur að vera ákveðin áskorun að finna alltaf eitthvað svona þetta sama málefni í raun en að finna svona ólíkar leiðir til að leggja áherslu á. En samt allt innan vörumerki Mottumars og Krabbameinsfélagsins. Já. Þannig að þetta er rosalega fjölbreytt starf, eða ekki? Gríðarlega fjölbreytt starf og þú veist, ég til dæmis og bara aftur til að sýna fram á hversu fjölbreytt þetta ég að vinna með vörumerki til dæmis núna nýlega sem að framlega gæludýrafóður fyrir erlenda markað og sá kunni til dæmis ekki beint á auglýsingamarkaði þannig það að búa til auglýsingar fyrir þann kunna myndi ekki make sense og því að hann með mjög sérhæfðan markhóp og í rauninni það vörumerki aðalega bara sýnilegt á einhverjum sýningum út í heimi eða í samskiptum við einhverja fjármálastjóra eða framleiðslustjóra og þannig að það þarf að setja fókus á besta vörumerkið fyrir þann stað hverju sinni bara og það svolítið hugsunin af hverju við erum bara að færa okkur yfir í það að kalla okkur fyrir eitthvað vörumerkjastofu og því að auglýsingar rauninni bara eitt verkfæri af ótrúlega mörgum. Já, algjörlega.
og okkar hugsun alltaf þessi langtíma hugsun að hlúa að og rækta vörumerki svona langtíma hugsun þó svo kannski að langtíma sambandi við kunnan sé ekki til staðar en alltaf langtíma hugsun alltaf í forgrunni. Já, akkurat. Mér langar aðeins að bakka og fara svona aðeins tala meira þig og hvernig svona þinn bakgrunnur og hvernig þessi áhugi á þessum málum kviknaði hjá þér. Ég hef náttúrulega alltaf ég myndi segja sjálfur að ég hef alltaf verið svolítið skapandi alveg þokkalega hugmyndaríkur og ég man nú eftir því að ég var ungur strákur að það var ófá skipti sem að ég datt í einhverja dagdrauma og gleymdi mér og sónaði út og þannig að það hefur alltaf hvílt rosalega djúpt í mér og en svo átti ég erfitt á tímabili með að finna mig kannski ákveðna hillu út í að ég man fjölmiðlar á sínum tíma hilluði mér rosalega mikið og ég fór meiri sér að ég tók 1 ár í fjölmiðlafræði í háskólanum og fór þar í starfsþjálfun upp á RÚV og ég fór á Vísi og Fréttablaðið og eitthvað Morgunblaðið og fleira. Mér fannst það gaman en það var eitthvað ekki alveg að passa fyrir mig ég veit ekki hvað það var og það leið sér smá tíma að ég fór að hugsa kannski einhvers konar markaðsfræði þar sem ég get kannski verið smá skapandi en mögulega líka einhverja tengingu inn í fjölmiðluna þannig að þá fóru almannatengslin svolítið að banka upp á hjá mér og eitt skipti þá er ég búin að vinna kannski 3 ár sem þjónusturáðgjafi í banka og ég hugsa ég nenni ekkert að vera að gera þetta lengur nú ætla ég að taka skrefið og ég skráði mig sem sagt í meistaranám í almannatengslum út í London og tek 1 ár út í London næmir þá gráði því ég hafði náttúrulega enga reynslu úr fjölmiðlum eða úr faginu sjálfu þannig að það var svona minn upphafspunktur allavega að ná mér þá í gráðu og sjá hvað gerist síðan. Og þú flyttur þarna út og ferði í námið og hvað ertu gamall þá? Þá er ég 28 ár þannig að ég var búið með BA heima ég prófaði fjölmiðlafræðina og þú veist, kannski var ég líka bara komin nóg að skóla í bili, ég var búin í skóla náttúrulega síðan ég var 6 ára gamall og fyrir aðeins að vinna en svo kemur þessi þörfi mitt ég vil ekki vinna í banka alla mína ævi, ég vil gera eitthvað meira. Þetta er alveg ólíkt því umhverju gerir ég ráð fyrir að vera í banka og því sem þú ert að gera núna bara, algjörlega en svo er það alltaf síðan áskorunin og ég man þegar ég kláraði námið það kannast eflust margir vissa tilfinningu þú er búin að skila skírtinu svo færðu útskriftarpartíið og svo allt í tekur lífið við þér og þá hugsa maður hvað nú það var bara að leita og ég held persónulega þetta sé einn stærsta hindrunin sem allir sem fara í nám og ætla sér eitthvað konar starfsframa að komast í fyrstu vinnuna eftir nám ég held að þetta sé einn stærsta hindrunin sem þú getur glímtið. Ég er alveg sammálaður af því að í flestum störfum allan sem eru auglýst þá er gerð krafa reynslu og Akkurat. Það er svolítið erfitt þegar þú ert að koma úr námi og ert ekki búin að fá reynsluna. Nei, þú þarf reynslu eins og vill ekki ráða því þú hefur einhver reynslu þannig hvernig áttu að fá reynslu. Hér finnst mér kjörið tilefni til að gera örstutta pásu á spjallinu við Gumma til að kynna fyrir ykkur nýja þjónustu hjá Alfreð Hæfnileitina. En Alfreð er nýr samstarfsaðili þáttana. Eins og hann Gummi var að fara yfir, þá getur að verið mikil áskorun að finna sér starf, sérstaklega fyrir þá sem eru nýkomnir úr námi. En hvað ef draumastarfið finnur þig? Kannski ertu með vinnu nú þegar en langar að breyta til eða vilt bara halda öllum möguleikum opnum. Við erum jú ekki tré og megum færa okkur. Það eina sem þú þarft að gera er að skráði í Hæfnileitina í Alfreð appinu. Þú setur inn upplýsingar styrkleika þína, menntun, reynslu og annað og svo bætir við þínum óskum laun, vinnutíma og slíkt. Ef það koma síðan inn störf sem passa við þínar forsendur, þá færðu tilkynningu. Og ef þú hefur áhuga, þá getur þú gefið fyrirtækinu leyfi til að sjá upplýsingarnar þig. Og það sem mér persónulega finnst það besta við þetta er að þú þarft ekki að eyða löngum tíma í að skrifa kynningabréf og formlega umsókn, heldur er nóg að smetla á einn takka ef þú er áhuga og þá ferðu á lista yfir mögulega kandídata í starfið. Við höfum rætt talsvert í þáttunum að tækifærin kom ekki af sjálfu sér, en Alfreð hefur þó einfaldaleikinn töluvert
og hæfnileitin hjálpa þér að sjá tækifærin og grípa þau með einum smelli. En fyrst þessi snilldar þjónusta var ekki í boði þegar Gummi kom úr náminu í London á sínum tíma, þá skulum við snúa okkur aftur á þættinum og heyra hvernig hann fór að þessu. Hvernig gerir þú þetta? Svo ég hef nú lýst í áður, ég var bara óþólandi og ég ætla að snúist alltaf það. Ég í rauninni, ég byrja á því að ég reynda að tengjast aðeins fólki í bransanum. Þannig ég heimsótti nokkra ráðgjafa heima í almannatengslum og fékk einsýn og bara lét vita af mér og ég var reiðubúin að láta verkin tala og gera eitthvað skemmtilegt. Gekk náttúrulega svolítið brösulega, það var lítið í gangi og Þessi almannatengsla markaður á Íslandi hann kannski aðeins búin að stækka núna en á þessum tíma hafa sannlega ekki verið mjög margar stóri í boði. Og svo var alltaf líka tendensin fannst mér að þú þyrftir að hafa verið blaðamaður. Já, ég held að það sé reyndar svolítið ennþá í dag eða kannski ekki með almannatengla eins og upplýsingafulltrúa og svona rosa mikið og það meikar alveg sens að vissuleiti en þetta tíðkast minna úti og fleiri stöðum þetta er svolítið svona íslenskt og ég man eftir, ég þarf ekki að nefna ég man það eftir einn ráðgjafi sem ég hitti og ég bara hvernig á ég byrja og hvað á ég gera og hann sagði bara, heyrðu, þú verður bara að fara að vinna sem blaðamaður. Já. Og með fullri virðingu fyrir blaðamenn, ég var bara ekkert að fara að gera það, ég var ekkert að fara í nám og svo bara að fara að vinna við eitthvað allt annað. Nei, en þetta var hugafarið að það væri bara í raun einu leiðin til að komast inn, þá verður að vera með blaðamennskuna á CV-inu. En svo er þetta, fyrir ekki að ég gríp fram í, en þetta er líka pínu öfugt sko, því svo eru blaðamenn alltaf spurðir, já, hvenær ætlar þú að fara í upplýsingafulltrúan eða hvenær ætlar að fara yfir í almannatengslin og svona. Er það málið? Já, allan fékk ég mjög oft þessa spurningu, en það er það líka bara mjög oft þannig að blaðamenn fara yfir í þessi starf. Já. Og því þar myndast auðvitað gríðleg þekking og þú þarft svolítið, finnst mér auðvitað, þú svo ég hafi lært í skóla að þá er þetta ekki beint vísindi. Það er svona smá debate um það, þetta er svona milli þess að vera vísindi og hálfgerð listgrein eða kunst. Að vera almannatengill. Já. Og þú þarft að hafa þetta svo kallega, þú þarft að skilja svolítið hvernig miðlarnir fúnkera og þú þarft að vera með þetta frétta nef og því það er ekki hvað sem kemst í birtingu. Nei. Þannig að þú þarft að tikka í ákveðin box og fleira, þannig að auðvitað sá skilningur verður til á miðlunum og þess vegna skilja alveg af hverju þetta er yfirleitt þróunin. En ég vildi ekki fara þá leið. Ég var svolítið þrjóskur. Nei, já, og hvað, virkaði þetta? Vextu starfstar? Já, svo gerist það að ég tengist einnig góðri konu sem að þá samskiptastjóri Vá Svanhvít, kölluð Svana. Ég kemst að því að hún var í náminu, sama námu og ég út í London 10 árum áður. Ok. Og hún sem sagt hafði farið, hún útskrifast 2006 og ég útskrifast 2016 og hún sem sagt fer á 10 ára reunion og kennari minni eða svona korslítirinn segir henni frá mér. Hann segir við hana, ég var með einn íslenskan strák sem var að klára. Já, ok. Og við tengjumst og síðan bara einhverju ótrúlega atburðar fyrir gang að þáverandi markaðsstjóri Strætó, hún heitir María Hrund, var að leita sér að starfsnema í almannatengsl í Strætó og hefur samband við Svanhvíti, spurði hvort hún viti eitthvað. Ok. Og hún segir, já. Ég viti með ég hef aldrei hitt Svanhvíti bæði bara til hún heyrði að ég hafi verið í sama skóla og hún og vonandi talaði kennarinn bara vel um mig. Já, ok, vá, geggjað. Þannig að ég tengdist henni og bara byrja mjög fljótlega eftir það kem ég rauninni í gegnum eitthvað prógram síðan hjá Vinnumálastofnun. Það var að Vinnumálastofnun ef að með eitthvað prógram þannig að þau borga hluta af launum fyrir starfsnema bara til þess að hjálpa væntanlega fólki til að fá þessa reynslu. Já, áhugavert. Og og hvernig, varstu spenntur fyrir þessu þegar þetta kom uppálega til þín? Og ég ráðlegg öllum, þú veist ég ætla alveg að vera reynskilin, þú veist þegar maður er nýbúin í námi með stjörnur og augunum og ætlar að sigra heiminn að fyrsta giggi sem þú fær kannski Strætó hljómar ekkert svolítið spennandi
fyrir marga, gerði það kannski ekki þannig sé fyrir mig en þú stekkur á allt. Það er sem ég ráðlega flestum taktu tækifæri sem gefast til að byrja með þegar mér finnst pínu, vinnumarkaðurinn eins og fasteignamarkaðurinn þegar þú ert komin inn þá er leiðin bara upp á við sko. verði hækka bara svo hækka bara verðið ef þú spilar rétt úr í þetta Já, ok. Og þannig að þú ert komin til Strætó, hvað ár var þetta? Þetta var 2017, það var áramótin. Okay. Þannig að ég byrja bara 3. janúar 2017. Og sem upplýsingafulltrúi strax þá eða sem nemi? Nei, bara sem starfsnemi fyrst og svo æxlast það svolítið þannig að hún hættir fljótlega, hún Marja. Markastjórinn? Já. Hún fær starfi í Borgarleikhúsinu bara svona 3 mánuðum síðar og ég einhvern veginn fæ þá öll hennar verkefni í fangið. Já, ok. Þannig að ég þá bæði að sinna svona smá marketing og samfélagsmiðlum en mér langaði þetta alltaf út af því að tekin inn sem starfsnemi í almannatengslum að ég vildi alltaf verða upplýsingafulltrúin. Var þá einhver annar upplýsingafulltrúi? Nei, það var engin. Það var engin. Eru margir að vinna á skrifstofunni á Strætó eða hvernig? Já, það er ég veit ekki nákvæmlega tölun, það er bókhald og svo er markasteild, þannig að það eru svona 2, kannski 2-3 í því teimi og svo er þetta leiðakerfi, þannig að ég veit að setja tölu 20 manns kannski í heildina. Náttúrulega er ég kannski leiðileg, en þegar ég hugsa starf sem upplýsingafulltrúi Strætó þá sé ég fyrir mér að þetta felist að stórum hluta ég að vera að svara alls konar fyrirspurnum frá viðskiptavinum kannski sérstaklega að þetta væri svona ég týndi húinu minni en ég leið 5 eða leið 12 var 6 mínútum og seinn er þetta rétt á mér hjá mér, já en ekki alltaf, ég náttúrulega byrjaði bara sem starfsnemi, þannig að ég byrjaði í rauninni á því bara að sinna samfélagsmiðlum og ég tók það bara á mig að svara skilabóðum en það var fyrir mig var það þannig sé ekkert neikvætt út í ég lærði rosalega mikið fyrirtækið þannig að það var mjög góð grunnur kynnast viðskiptavinunum vandamálunum sem er að koma upp og bara þetta leita að svörunum og þá lærir samhliða þannig að kannski, þú veist, ættu allir markasmenn að byrja á þessu að fara að svara viðskiptavinum. Ég held að þetta sé vannmetið sko, ég hef alveg heyrt af því að þetta er einhvern veginn ekki einhver fastur starfsmaður sem er í þessum verkefnum en þetta skiptir rosalega máli fyrir upplifun viðskiptavina hvernig þeir fá svör hvort það sé seint síðar mér eða 3 dögum setna eða algjörlega sko og það vantaði svolítið mikið og ég einhvern veginn tók það bara að mér að reyna að rífa það svolítið í gang og lærði tölvöld mikið í leiðinni en svo fyndið þegar ég byrja að taka við þessum skildum að þá spyr ég minn næsta yfirmann, mér langar síðan að vera upplýsingafulltrúi í Strætó og hún segir nei. Ég bara ok hvað með markaðs og upplýsingafulltrúi? Hún sagði já, ok Nei, ok Pálum vel og svo byrjaði ég smám saman að fá, ég vildi vera þannig að held ég framkvæmdastjórinn var að fá flestar fyrirspurnir frá miðlunum en svo byrjaði ég að fá þessar fyrirspurnir og miðlarnir skrifuðu yfirleitt mig bara sem þá upplýsingafulltrúi í Strætó þannig að ég í raun bara breytti titlinu mínum þegar leið á þannig að ég tók í burtu forskeytið markas og það sagði enginn nokkuð skapa Já, þú gerði það bara þannig ég greip eiginlega bara tækifæri og gerði þetta mínu Já því ég ætlaði mér að gera þetta og þú veist ég var búin í náminu og ég ætlaði bara að nýta þetta tækifæri í alvöru skóla Fyrst það var enginn að koma og bjóða þér þetta starf bara og má bjóða þér að vera upplýsingafulltrúi þá ákastu bara ég ætla að vera upplýsingafulltrúi Flott Í rauninni Þannig þróast það svolítið Þetta passar vel við þetta þema sem hefur verið undirliggjandi stefi í þáttunum það er tækifærin kom ekki á færibandi þú bara þarft að búa þig til sjálfur eða bara bókstaflega búa þig til sjálfur eins og þú Í rauninni og þegar ég hlustaði á þættina þína fyrst þá tók maður eftir þessu stefi og ég hugsaði, vá, þú veist, þetta er svo rétt það sem þú voru að segja að þú þarft það er enginn að grípa tækifæri fyrir þig og það er enginn að fara að segja þína sögu Nei, það er nefnilega máli Þannig að þú ert þarna orðin upplýsingafulltrúi í Strætó og það er alveg hefur svolítið fest við þig sko. Ég held að þú sett ennþá pínu í augum margra allan á fréttastofunni í okkur Gummi Strætó Já, ég kallaði það að mjög mörgum ennþá Gummi Strætó og ég fekk bara símtal í gær meira sér frá kollega í stjórnsýslunni Sæll, ert þú
þú ennþá að vinna hjá Strætó? Ég bara, nei, ég hætti fyrir 3 árum. Vistu nokkuð okkur leið 12 seinna á áttumsöðunum? Já, þetta er einmitt svona pínu það sem gerist þegar fólk er svona lengi hjá einhverju vörumerki, þá verður það bara partur af identitynum hans. Þannig að þú ert komið í Strætó. Ég komið í Strætó. En mér finnst komið í tvist núna. Nú er ég komið í tvist, akkurat. En það var bara minn stökkpallur og mér finnst það bara skemmtilegt þegar fólk mann eftir þessu og hérna. En það var alls konar mál sem þú tókst á við og sum bara vel krefjandi. Ég man eftir þessu bara til dæmis úr COVID og svona, þú ert örugglega með alls konar sögur. Getur við aðeins farið yfir bara í hverju svona starfið fólst aðalega og var þetta kannski frábrigði því sem þú hafði séð fyrir þér? Já og nei. Strætó er auðvitað vörumerki sem allir þekkja og öllum finnst gaman að pöngast í. Þetta er vörumerki sem er með tannana fólki, það er yfirleitt gríðarleg gagnrýni og hérna og þetta er kannski svona típisk stofnun sem er í eigu sveitafélaga að þú veist, það vantar alltaf fjármagn og vinnustæður sjálfur er frábær og það er allir einhvern veginn þú veist, ég upplýði allt þannig, það langar öllum að gera svo vel en síðan er alltaf bara þessar hömlur, þú veist, það vantar fjármagn, innviðir er ekki til staðar og fleira, þannig að ég var alveg búin að búast við því og ég læriði það alltaf mjög snemma, þú veist, að það var alltaf gríðarlegur svona, það var alltaf verið að pikka í Strætó og það voru alltaf alls konar mál að koma upp og þessi mál fengu vilt frekar mikla lesningu í fjölmiðlum, veit ég, og þess vegna mitt skapast þá tendens að þú veist, fréttir Strætó skila lestri og þú veist og það er einhvern veginn ekkert rosalega mikið hægt að segja jákvæðar fréttir á Strætó, eða hvað maður segja, já hann keyrði hérna, komur réttum tíma á þetta, en það er fréttin ef einhver bílstjóri hendir 6 ára gamla barni út eða eitthvað svoleiðis, þá eru það fréttirnar, þannig einhvern veginn ósjálfrátt verður þetta alltaf neikvæður. Og 90% ferða með Strætó ganga og fólk kemst á áfangast á réttum stað á réttum tíma en þú veist ég á rétt motto sem ég var alltaf búin að tilíka mér, ef það heyrist ekki neitt, þá var allt í góðu og þetta er svona þjónusta sem að þetta er eins og sorphirða þetta á bara að virka en þú ert ekki að hrósa sorphirðumanninu. Þú bara gerir á fyrir þetta bara gangi smurt. Akkurat. En þannig að svo er þetta líka kannski pínu erfið staða fyrir þig að vera að svara fyrir alls konar mál sem kom upp þegar þú fyrst alveg varst ekki á staðinum og þetta eru bara svo ólíkar frásagnir kannski frá vakstjórunum og viðskiptavinnunum. Hvernig tæklaður þetta þegar kom upp kannski eitthvað svona erfið mál? Sko, ég setti mér alltaf ákveðna reglu að ég ætlaði alltaf að svara fyrirspurnum út í að ég veit að þú veist, fyrsta lagi náttúrulega fyrirtæki eins og Strætó, þetta er í opinberri eigu, þetta er félagi almennis eigu og þú veist, og það er í þjónustu hlutverki og það að svara ekki fyrirspurnum eða fjölmiðlum finnst mér bara eiginlega ekki í boði. Þannig að ég setti mér snemma það að ég ætla alltaf að svara öllum fyrirspurnum því að ég vildi einnig á sama tíma ég hugsa þetta svolítið þannig ef ég svara ekki miðlunum hvernig í óskupunum ætti ég að biðja miðlunum eitthvað seinna skilurðu, ef ég þarf að segja frá einhverju nýju eða skemmtilegu þú veist, ef ég er aldrei að svara símanum þú veist, hvernig í óskupunum ættu þeir þá að taka síman þegar ég myndi hafa samband. Já, þetta er flott viðhorf af því að fréttin er þið skrifuð hvað sem er sko og þá er þið bara tekið fram ekki náðust í þennan, það var ekki gott fyrir þig persónulega. Nei, í rauninni ekki og vörumerki sjálft. Nei. Og þess vegna bara setti ég mig þá reglum mjög snemma að bara vera í bara opnum samskiptum því að ef þú hugsar þetta bara svona ef þú hugsar þetta á mennsku leveli, þú veist. Nei, segir bara ef við varum hérna einstaklingar og það kemur eitthvað upp á eða ég ger eitthvað af mér og þú reynir að ná í mig og ég læt ekki ná í mig hvernig upplifun er það ég heldur að þennan samskipti eru svona tól bara til þess að leysa vandamál og fá fólk til að koma saman og það má hugsa það í þessu stóra samhengi líka út af því að fjölmiðlarnir eru að endurspegla svolítið það sem er í gangi í þjóðfélaginu og fjölmiðlar hafa áhrif á því hvernig við upplifum bara þjóðfélagið í heild sínu og þú veist. Algjörlega. Svo líka bara auðveldara að stjórna umræðunni þegar maður svarar og er bara heiðarlegur. Stundum veistu ekki svarið
ég bara veit ekki alveg hvað átt þessi stað en ég að reyna að koma stæði, þá þetta bara Akkurat, og svo reyndi maður alltaf að búa til svona ákveðna ferla. Ég var mikið að vinna með hérna stjórnstöðinni því að eðlilega eins og veturnar og kannski eru senkanir eða það kemur bilur eða það gerist eitthvað slys og þá byggum við til svona eitthvað að stjórnstöðin færi náttúrulega fréttina fyrst og þau þyrst að pinga mig og þegar ég fengi síðan símtalið og það var mjög þægilegt þegar maður var komin í ákveðin svona ryþma og það finnst mér oft gríðarlega mikilvægt hjá fyrirtækjum og mér finnst mörg fyrirtæki oft ekki spá í þessu að hafa eitthvað svona viðbragðs áætlanir þú veist, ef það gerist eitthvað hver tekur hvaða bolta, hver á að miðla, hver á að tala að það sé ljóst áður en krísan kemur því að þegar krísan kemur þá náttúrulega óvissun og þá allt í paniki og þú getur gert það ennþá verra ef allir ekki í syngi. Akkurat, já ég er sammála þessu, það er mikilvægt að vera undirbúin, bara vera búin að tekna upp svona mögulega sviðsmyndir fyrir ýmislegt áður en erfið mál það er eitt mál sem hefur sittið í mér alla tíð það var örugglega erfiðasti dagur minn hjá Strætó þá var banaslys í Gnúðavogi og það var semst keyrt á aldraða konu og ég man eftir þessu degi svo ég kem í vinnuna og svo fæ ég myndir frá vinkonu það sem eru svona bara fullt af bláum ljósum og það er strætisvagn fastur í miðinni ég bara kem inn og ég sest í skrifborðið mitt og þá hleypur inn einhver í stjórnstöðinni bara ég var að leita þér það var keyrt á barn og barnið dáið þannig byrjaði dagurinn minn og ég hafði alltaf hugsað, þú veist, slys gerast í Strætó og það hafði komið upp í hausinn á mér, þú veist, það gæti gerst einhvern tímann en ég bjóst bara ekki við því að það myndi gerast Nei, maður aldrei vona að dagurinn byrji svona, sko Nei, hvað það og Þannig að þetta voru fyrstu fréttir sem að þið fengu þetta var bara einhver miskilningur, þetta var ekki barn sem það var smágerð, eldri kona Já, hrikalegt, sko og svo byrja símur að hringja og nú þarf ég að vera faglegur, nú er ég í vinnunni en ég gleymi þess aldrei, sko svo svaraði ég síman og ég bara brotnaði niður ég fyrir bara að gráta í samskipti við blaðamann Já, var þetta fréttamann hringið? Já og þá var þetta bara nýbúið að gera, sko og ég veit ekki, ég tók þetta rosalega inn á mig mér finnst þetta rosalega erfitt og ég finn bara mér finnst erfitt að tala um þetta, sko Já, ég sé þetta, því að þetta við erum með þetta bara manneskjur, sko og tengi rosalega vel við þetta voru oft sérstaklega eitthvað sem tengdi spönnum sem var bara mjög erfitt að ringja sem símtöl og svona en þó þetta hafi ekki verið barn í þessu tilfelli þannig er þetta skelfilegt slys og erfitt einhvern veginn að svara á staðnum þegar maður er sjálfur bara að meðtaka þessar upplýsingar átt að sjá það sem gerist en aftur maður þarf að reyna að miðla og segja frá og ég miðla eins miklu og ég gat við þetta og svo kemur ljós náttúrulega seinna að við komum til að við látist og því að svara því En hvernig eru eins og verkferðlar í kringu svona? Var einhver tilbúin áætlun þegar eitthvað svona gerist? Við erum auðvitað með, það var alltaf ákveðin áætlun, þú veist, og þeir sem voru í vagninum og voru í kring, þeir eiga allir rétt á áfallahjálp, sko. Og já, aðrir farþegar. Þeim er öllum búið að fá far til að tala við áfallahjálp Rauða krossins og svo snýst þetta alveg bara að reyna að aðstoða lögreglu bara eftir besta getu, sko. Já, við rannsóknina. Já, að bara veita myndefni og í rauninu bara verið til staðar, sko. Og það var eiginlega það sem gerðist núna og náttúrulega byrjaði náttúrulega svolítið kaotist en svo þurftum maður bara að fá reglulega fréttir og kannski hringja tilbaka og segja, þú veist, nákvæmlega hvað var nýtt í þessu, en þetta er dagur sem ég gleymi aldrei. Nei, en þú sér að farþegarnir þannig að hafi fengið áfallahjálp en eins og bílstjórinn og því að Já, bílstjórinn líka. Bílstjórinn líka og ég held að hann hafi þegið það og fór í ákveði ferli og vonandi var tekið vel en ég var aldrei í neinn beinum samskipti við bílstjóra þannig sé, sko Nei, en takk fyrir að deila þessu af því það vill alveg stundum gleymast að þetta eru bara manneskjur sem eru kannski eiga jafn erfitt með að meðtaka
þessar upplýsingar og þetta snýst ekki bara að fá klikkinn sem hraðast að skrifa fréttina, þetta bara manneskjur og í þessu tilfelli banaslys og maður skilur alltaf fjölmiðluna, þetta gerist eins og ég fekk bara mynd og það var bara fullt af ljósum og strætisvagn og það sjálfsögðu vakna spurningar og það er bara hlutverk mitt að svara eins og ég bara, það kom mér svo óvart hvað ég tók þetta djúpt inn á mig. Það er bara svo mikið sem maður getur undirbúið sig fyrir en svo þegar hlutinni gerast já. Og það er einmitt þetta sama hvaða sviðsmynd þú setur upp eða teiknar upp það, þú getur aldrei verið alveg tilbúin í allt sko. Gott dæmi, ölvunarakstur hjá vagnstjóra til dæmis, það var mér mjög erfitt mál þá var kemur svo frétt að vagnstjóri hafi verið stöðvaður látin blása og tekin í burtu í lögreglubíl og þú veist og svo þarf maður einhvern veginn að svara og svo þarf ég að svara fyrir þetta einhvern veginn og hvernig svarar maður fyrir svona? Þú getur ekki gert neitt annað en að þú veist fordæma en það jákvæða samt í þeirri frétt fannst mér að það voru aðrir starfsmenn Strætó sem höfðu samband við lögregluna þá hafði viðkomandi komið inn á Hlemm eða eitthvað og þeir fannst viðkomandi eitthvað óeðlilegur eitthvað skrítin og löggan er bara hliðin á Hlemm sko. Þannig að þeir hringdu lögguna í því tilfelli og auðvitað og þú veist og það var kannski eina jákvæða en auðvitað segir maður bara veist, þetta er ölvunarakstur að sjálfsögðu glæpur og stór hættuleg hvað þá svona stóru ökutæki eins og Strætó og ef það rétt reynist skilur úr öllum pröfum að viðkomandi hafi verið ölvaðir þá á viðkomandi ekkert afturkvæmt og var það þannig? Já, það var þannig Já, ég trúi að þetta sé svona eitt af þessum erfiðum málum en svo var líka talsverð gagnrýni og mikið skrifa í fjölmiðlum og svona í kringum COVID var það tengt grímunotkun eða ég man ekki alveg nákvæmlega, ég man bara einhvern veginn eftir þessu Það var svo mikill óvissu tími og við vissum eiginlega að vissi eiginlega enginn hvað átt að gera nákvæmlega við vorum bara að reyna að fylgja einhverjum leiðbeiningum og maður sko þetta var í byrjun faraldurs það byrjaði náttúrulega ekki í grímunotkun og svo seinna þróaðist það yfir í og þarna voru ekki til neina viðbragðsáætlanir það voru enginn búin að gera ráð fyrir þessu sko. það var ekki komið í planið farsótt nákvæmlega já, ég get alveg ímyndað mér að þetta hefur verið áskorun sko, líka bara hvort að þið ætti að vera að keyra yfir höfuð bæði þetta mikil svona Nei, þetta er náttúrulega grunnþjónusta fólk þarf að fjarlæða mörk og fjöldatakmarkanir og svona, þetta er erfitt að díla við þetta Já, telja fólkin í bílinn og svo þurftu að finna leið til þess að borga út í að skanninu náttúrulega fremst en þú ert að fara inn að aftan og þetta var ógeðslega erfitt og ótrúlega leiðilegt oft á köflum en fólk að koma í Strætó og leiðinni sínatöku kannski vikti eitthvað ég sé fyrir mig bara alls konar svona scenarios það eru ólík mál sem að upplýsingafulltrúi Strætó þarf að tækla sko. En hvað varstu lengi þarna? 3 ár, sagði það? 3 ár, já. Og hvernig kom það svo til að þú ferðir yfir til Tvist? Eða fórstu þaðan beintið að? Já, skemmtilegt að segja frá því Strætó var í viðskiptum við Tvist þannig að Tvist var að gera auglýsingaefni og herferðir og fleira með Strætó og markasteiminu þar og það var bara frábært samstarf og við unnum bara vel saman og svo einn daginn í rauninni fæ ég bara símtal frá Kára eiganda stofunar og hann segir, heyrðu langar þig að koma að vinna í auglýsingabransan Ég fattaði ekki alveg fyrst ég var bara ég er ekkert auglýsingamaður þannig ég þurfti að sofa á því sko. Ég þurfti að hugsa aðeins út Nei, ekki strax því ég einhvern veginn hafði alltaf sé fyrir mér ég myndi síðan bara fara að vera upplýsingafulltrúi eða samskiptastjóri eitthvað staðar annar staðar Já, skil Ég þurfti að hugsa það vel sko og svo hugsaði ég bara það er ógeðslega gaman samt líka Þú veist og ég er búin að vera 5 ár hér í þessum skóla og gríðarlega reynsla komin og svo bara ræddi ég við Kára og við Þannig að þarna kom tækifæri upp í hendurnar þér Þarna kom tækifæri og ég var næstu búin að segja nei við því en svo hugsaði ég bara nei bara vera áfram í þægindarengnum Nei, þú ert ennþá þarna hvað er komin langt síðan? Nú er komin 3 ár og þetta er svona allt annars eðlis
að vera ráðgjafi því það, þú veist, eins og ég strætó varstu bara hluti af vörumerkinu. Það vinna fyrir eitthvað eitt vörumerki þekkti starfsemina inn og út og þannig er allir farin að vera með marga mismunandi hatta. Og hvort getur þú eitthvað sagt hvort þú fíla betur hvorum megin við borðið? Nei, eiginlega bara bæði, þetta er svo ólíkt og eins og ég átt fyrst það miklu meiri svona tækifæri til að vera skapandi og í flestum tilvikum sko, og svo mismunandi verkefni sem er að koma inn á meðan náttúrulega á sama stað þá er þetta alltaf yfirleitt að gera sama og kannski reyna að tvíka kannski eitthvað smávegis til í markaðsmálum en þú ert í grunninn alltaf að gera það sama, þú veist, menningarnótt kemur í ágúst, Pride kemur á hverju ári og svo byrja skólarnir og svo kemur jólafrí en ég meina Mottumars og þetta líka þetta kemur alltaf aftur ég meina við erum bara öll að lifa í einhverjum ring sem kemur alltaf aftur sko. En ég skil hvað það meinar þetta er góða punktur en þarna, ég ætlaði að spyrja þig þú ert hugmyndasmiður og almannatengill er það ekki? Jú. Þetta er svolítið ólíkt þarna að vera í markaðsmálum og almannatengslum þetta er ekki að sama sko. Þetta er náskilt almannatengslin og markaðsmálin eru náttúrulega þú ert í ykkur ákveðni markaðssetningu í almannatengslin finnst mér þau snúast meira kannski samskipti í báðar áttir ég veit að maður setur þetta yfirleitt yfir á 100% yfir á fjölmiðlatengsl það er svona yfirleitt þegar fólk talar PR eða almannatengsl þá er það að hugsa fjölmiðlatengsl samskipti við fjölmiðla en í grunninn snúast almannatengsl að tala við þína hagaðila, sama hvað þeir eru móta skilabóðin í samskiptum á meðan auglýsingamannskan er meira skilabóð í eina áttina selja slagorð, eitthvað eftirminnilegt skapa eitthvað upplifun, eitthvað hughrif almannatengsli snúast líka þetta fram og tilbaka svo eru almannatengsl inn í því eru þessi krísustjórnum sem við rættum aðeins áðan þið að taka eitthvað svoleiðis mál fólk að leita til ykkar þegar Já, það hefur komið upp á en það hefur samt verið í minni hluta minna en ég bjóst við ef ég var reynskilin ég held kannski að það myndi koma upp tækifæri til þess að vera á hliðalínu þú veist, yfirleitt þannig var ég í hringiðunni en núna væri maður að vera svona haukur í horni Mér finnst þetta svo áhugaverður partur af almannatengslum sko, þegar ég var í náminu ég var í miðlunum og almannatengslum þá fannst mér þessi þarna svona krísustjórnunar áfangar og allt þetta mér finnst þetta svo skemmtilegt þá var einmitt svo mikil áhersla lögð á að vera búin að undirbúa sig áður sko, vera búin að tekna upp alls konar sviðsmyndir sem kæmi upp og svona og ég sé fyrir mér að þetta geti verið mjög skemmtilegt starf þegar maður er ekki fyrir fyrirtæki heldur að ráðleggja öðrum svona, ég sagði það alveg fyrir mér að vera í einhverju svoleiðis og þarna svona þegar kom einhverjir skandalar á þinginu og svona að geta verið mér finnst þetta áhugavert hefur þú eitthvað tekið þér eitthvað svoleiðis? Skandala í þinginu? Eitthvað svona þegar kemur upp eitthvað svona hneykslismál hvort sem það er þingmenn eða einhver fyrirtæki eða eitthvað? Nei það á eftir að koma Já, þú væri til í það? Einn daginn, já, að sjálfsögðu En hvað myndir þú ráðleggja ef einhver er að hlusta sem er stjórnandi í stóru fyrirtæki eða jafnvel þingmaður til að undirbúa sig þegar eitthvað kemur upp að því að maður veit aldrei það geti verið eitthvað algjörlega ótengt aðilanum með fyrirtækinu sjálf en þú þarft samt að svara fyrir það oft á tíðum einhvern veginn, hvað myndir þú ráðleggja sko eins og þú segir, það er alltaf betra að vera búin að undirbúa eins og við komum inn á áðan mögulega sviðsmyndir en auðvitað þú veist aldrei nákvæmlega hvað gerist en það hjálpaðir kannski að vera örlítið sveigjanlegri en svo þarf þetta í rauninni bara að rýna í hvað er að gerast og þú þarf síðan að taka afstöðu til þess ætla, er þetta tilefni til þess að beðast afsökunar eða sína eiðrun eða ætlaru að taka hinn pólinn og fara í hart það er alveg tvennt mismunandi því yfirleitt þannig eins og í stjórnmálunum við veitum bara stjórnmálun sem dæmi þú veist, þar ertu bara með fólk sem er í beinum átökum alla daga og það er sjálfgerðir sír og söm leikur að þú veist ef þú fær ekki atkvæðið þá fær ykkur annar og þess vegna ertu sjálfkrafa komin í eitthvað svona átakagýr ykkur mál þannig að þú þarft að ákveða þú veist, er þetta mál er ég að fara að berjast fyrir því eða þarf ég að stíga hans tilbaka
og lúfa. Já, og það fer líka kannski pínu eftir í hvort að það sé þinn hagur að máli sé áfram í umræðinni Já. eða hvort þú vilt reyna að slökkva í þessu Algjörlega. og að því að einhvern veginn ef þú veist upp á því, hvað ég segja, ef þú veist upp á sökina, Já. þá er í rauninni það sem ég myndi segja bara koma heiðilega fram, beðast afsökunar og þá líka er málið búið. Bara, já, akkurat, og slökkva í málinu Já, út af því að yfirleitt geta mál síðan bara tekið á sitt eigi líf og það byggist síðan vonað og svo bætist við og menna, við erum bara að sjá núna með lögreglustjórn, það er búið að vera núna að rúlla í heila viku næstu því, ekki það, kannski hefðun ekki endilega getað slökkt í því en ég man þegar ég horfði á hann Sigríði í setti á RÚV strax eftir að máli kom í ljós að þá fannst mér hún tala nei, hún sá ekki eftir neinu og hún sér ekkert aðtökt þetta en síðan allt í einu 2 dögum seinna kemur tilkynning að þessum harmar mistök þannig að þá allt í einu ertu komið með svona 2 frásagnir og þetta verður einhvern veginn kaotískara og ótrúverðugra einhvern veginn. Heldurðu að ef hún hefði komið strax fram og sagt bara já, þetta er mistök og ég harmaði þetta að þá hefði þetta ekki kannski orðið svona jafn stórt máli eða hefði verið hægt að tækla þetta? Boltinn hefði kannski rúllað aðeins öðruvísi. Já, það er góð pæling sko. Alveg góð pæling en á þess að vita það sjálfsögðu eins og ég kom inn á áðan, þetta er félagsýtt, það er aldrei neitt eitt rétt svar. Já, svo líka svo erfitt eins og í svona tilfellum, bæði eins og í þessu tilfelli hjá ríkislögreglustjóra og svo hugsa ég þetta oft þegar að koma svona frásagnir í fréttum þar sem einhver er að segja sína upplifun á heilbrigðiskerfinu, þú mátt ekki segja neitt, þú ert bundin, þú mátt ekki svara fyrir þig. Nei. Þú getur, nú hef ég ekkert fyrir mér í þessu, en ég get alveg ímynda mér að Sigríður sér núna að hugsa af hverju er þið bara fjallum mig, af hverju kikið ekki á hvað þessi er að gera, þessi að gera. Það væri svo einhvern veginn örugglega freistandi að segja svo margt. Já, reyna að varpa boltan eitthvað annað. Nei, bara að því ég held að það sé staðan sko, ég held að þetta sé miklu stærra vandamál heldur en bara þessum. Já, ekki það sé eitthvað réttlætað, en það væri örugglega svo auðvelt að segja svo margt ef hún mætti það í rauninni, hendur hennar eru bara svo bundnar einhvern veginn með það. Það eru það og þú veist, ég fann það auðvitað líka, ég sá þetta alveg bara first hand hjá Strætó að þú veist, það var margt sem að þú máttir ekki tala en þú vissir. Já, akkurat. Og það getur verið rosalega kannski vissuru að einhver sem var að segja eitthvað að kannski vissuru að það var ekki rétt. Já, en þú kannst ekki tjáð þig einstakamál. Þetta er frasi. Þetta er uppbólt frasi allra. Er það ekki? Get ekki tjáð með einstakamál, en svona heilt yfir. Og breyta verkferlum. Já, maður sónar út þegar einhver kemur og ætlar að svara fyrir eitthvað mál og segja, já, ég tek þetta mjög alvarlega, við erum að skoða hérna verkferlana, svo það maður kannski að spyrja þess nánar, já, hvernig eru verkferlanir? Þá byrja þér bara, ég bæði setti mér reglu í mínum ferli mjög snemma að ég ætla aldrei á æfum minni segja að ég ætla að skoða verkferla. Eða það ekki? Ok. Ég veit ekki hvort það sé, en geti verið að ég hef sagt eitthvað einu svona í byrjun og svo hugsa ég ætla ekki að segja þetta. Ég set bara það reglu, ég ætla ekki að segja neitt verkferla. Það er svo ferkantað og ópersónulegt og það er ómannlegt. Já, það er ég sammála sko. Þetta er maður bara að taka ábyrgðina kannski af ykkur og setja það á eitthvað feril. Þó að vissilega ég það oft rétt á sér en út á við hljómar það bara ríkisstarfsmaður að komast undan ábyrgð. En mér langar að spyrja hvort þú sért með einhver svona fleiri dæmi vel eða illa list svona PR-mál sem hafa komið upp hérlendis. Svona erfitt að fá þetta svona on the spot en sko, já, það er svona eitt sem að kemur í hugan og ég ritaði þetta sjálfur það, smá reiðispistil en það var þegar Íslandsbanki var seldur og gerðist brotlegu við það að þá var það þannig að hann fór í eitthvað sáttaferli við fjármálaeftirlitið og svo 6 mánuðir síðar kemur út úr því og þar kemur fram hvernig bankinn braut lög og var sektaður en viðbrögð bankans voru engin það einhvern veginn stóð engin upp og verndaði vörumerki, það var engin sem steig fram og svona leið og skilabúðin fóru út til miðlana. Þannig að já, þráttur að hafa haft 6 mánuði. Já, þeir byrja sáttaferlið í janúar og svo er það tilkynnt í júní, þannig að það var 6 mánuði að undirbúa eitthvað viðbragð. En svo kemur þetta stóra mál og það heyrist ekki neitt og mér fannst það gjörsamlega eiginlega bara galið og ég man að Jakob Bjarnar skrifaði katastrófísk krísistjórnin
og enda stuttur setna þá segir Birna upp störfum. Ég gerði fréttum þetta, ég fór og ræddi við Birnu, ég man ekki hvort ég fekk 5 mínútna viðtals glugga við hana og þá sagðist hún, varum ég hörð á því að hún ætlaði alls ekki að segja sér og væri ekkert að íhuga sína stöðu, en ég man ekki hvaða liðið margir dagar þangað til að hún var hætt. Já, akkurat. Og þá man ég eftir að hún sendi frá sér ykkur yfirlýsingu sem hljómaði í rauninni umræðan hefur verið óvægin og ýmsum stjórnmálamönnum hefur verið tíðrætt sögn mína. Ég óska þeim velfarnaðar í þeirra störfum. Svona passiv-aggressiv tónn. Okay, og það var eitt sem ég pikkaði líka í af hverju í rauninni út í mann eftir það voru engin, ég allan sá aldrei neinn almennileg viðtöl í sjónvarpi eða eitthvað slíkt því að það, og ég ráðleg oft fólki og reyna að tilengja mér sjálfur að skriflegar yfirlýsingar einhliða þær geta oft virkar rosalega þurrar á mann og út af því að samskipti eru í raun, þetta er svona 30% hvað þú segir og 70% hvernig þú segir það. Þannig að einhliða skriflega yfirlýsingið þín vantar allan tón, vantar svipriðin og allt þetta litla auka. Þannig að þú svo að hún segir þetta, hún hefði getað sagt þetta allt öðruvísi náttúrulega. Ef hún var að segja þetta við. Og svo líka í svona aðstæðum þá veit maður að það eru og ekki bara í þessu tiltekna dæmi, bara svona yfir höfuð í svona aðstæðum þegar stjórnendur senda frá sér einhverja skriflega yfirlýsingu, þá eru mikla líkur á að þeir hafi ekki einu sinni skrifað hana sjálfur sko. Þeir hafi fengið einhverja almannatengsla stofu eða eitthvað til að skrifa hana sko. Það er mann eins og mig. Já, maður sér oft bara, ég allan var farin að sjá alveg bara svona handbræði, þessi verður skrifað þetta, að því maður bara svona þekkti tónin og orðalagið og svona. Og það vantar oft eitthvað svona ekta, vantar eitthvað svona mannlegt og mér finnst ég vera að sjá ákveðið svona trend líka í dag, ég veit ekki hvort að þú veist sammála mér, en mér finnst fólk vera orðin svolítið hrifnar af ykkur sem er svona authentic og ekta. Þetta er eins og, ef við tökum dæmi bara í Ameríku, Donald Trump, sama hvaða skoðanir þú hefur á honum, en ef þú sér hvernig hann hagar sér og hvernig hann er, að þú veist að hann er bara svona, þetta er bara hann, þetta er bara ekta, á meðan kannski aðri stjórnmálamenn, sérstaklega þegar hann var að etja kapp við Kamala Harris, hún virkaði svolítið fake. Þetta var svo rosalega æft. Hún var ritstýðu, pródúseruð. Þannig að mér finnst ég vera að sjá svolítið meira svona og kannski, þú veist, sluta þessi podcastmenningin, þetta er svona ekta, þetta er ekki pródúserað. Já, fólk er svona aðeins að fá leið á þessari rosalegu glansmynd og þessum filterum og vill bara eitthvað bara þessari fróði. Já, akkurat svona tilbúnum svörum og svona kannski verður þú bara atvinnulegs sem almannatengill eftir nokkur ár þegar sko. fólk verður bara svo real og bara lætir allt flaka og það er ekki fann inn ráðgjöf. Það er kannski ekki svo gott fyrir þinn business að vera að segja já, ég skal klippa þetta samt sem áður er þetta bara ofta sem fólk þarf að heyra og fá ráðleggingur þú þarf bara að fá ráðlegginguna að vera einlegur og heiðilegur, segja sannleikan, ekki vera formlegur og ekki gera, þú veist verður bara þú sjálfur, það er svo mikið tendens fyrst mér oft í sérstaklega fyrirtækjageirinum í svona corporate samskiptum að þú ert hljómar oft eins og LinkedIn færsla. Já, ert þú á LinkedIn? Já, ég er á LinkedIn. Ég er ekki alveg nógu duglegur, en þú veist hvað ég er að tala um. Já. Það er svona ákveð, svona málfar þar. Málfar þar og svona smá fróða og en þú getur auðvitað gert það vel og það er mjög margir mjög góður á LinkedIn og ég þarf persónulega að vera miklu duglegri því að þetta er alveg mjög góður vettvangur sérstaklega vel tengjast fólki sem er kannski svipuðum bransa og þú. Já, akkurat. En hvernig finnst þér annars talandi um þennan bransa, hvernig finnst þér svona markaðsbransin á Íslandi vera mikil samkeppni á milli stofa til dæmis, það er náttúrulega svo margar stofur, mér finnst alltaf að koma nýjar. Já, þetta er samt frekar lítill bransi. Ég er náttúrulega bara búin að vera hérna í 3 ár en ég hef tekið eftir því að þetta er mikið fólk sem hefur verið mjög lengi, sérstaklega kannski á þessum stærri stofum og þetta er fólk sem hefur mikla reynslu úr bransanum og ég meðist bara fólk sem er á stofinu minni tala þannig að þessi er búin að vera hér mjög lengi og þessi er búin að vera hér mjög lengi og... Svo líka mikil færsla á fólki innan bransans, bara þú ert ekki endilega festa þessari stofu að eilífu, þú ert bara að flaka milli og það er ekki svona Já, þannig að ég allan upplifði það og þú veist ég myndi ekki segja beint kannski mikil samkeppni flestir, það er bara frekar gagnkvæm virðing oft fyrir, við erum öll að gera svipaða hluti og þú veist, og ég hef ekki tekið beint eftir einhverju svona
einhverju óheilbriði samkeppni eða eitthvað slíkt, því að oft eru líka viðskiptavinir að rápa á milli stofa. Já, þeir eru kannski með birtingarnar hér og framleiðsluna hér og svo ertu með einhvern textasmiðið á annarri stofu, það þekkist alveg sko. Það er rétt hjá þess að það er búið að spretta rosalega mikið af svona litlum stafrænum stofum, maður er búin að sjá það svolítið, og ég man eftir viðtalinu við Vilmu, þar sem hún talaði með einhverja stafræna auglýsingastofu, ég ætla bara að segja við, þú veist, þetta, hún er að lýsa því að stofan taki 10% af hagnaði, þetta er eitthvað sem að við höfum aldrei heyrt um, þannig að guðana bænum fólk setur rauði flöggin upp ef við heyrið eitthvað svona sko. Þetta er ekki eðlilegt. En þekkist það ekki að taka prósentur af þeirri herferð sem þeir eru kannski setja upp fyrir viðskiptavinnina, er það ekki? Er þið ekki vinna svoleiðis? Er þið bara með fast verð fyrir bara herferðina? Þú bara vinnur á tímakaupi. Já, ok. Og þú veist, rautt flagg ætti að fara upp, og það er margt í, ef ég ætla að ráðleggja einhverjum sem er kannski að fara eitthvað stofurúm að leið og eitthvað byrja, þetta er leiðin, þetta er eina rétta leiðin, setja rauði flagginu upp aftur, eins og ég kom inn á áðan, það er ekkert eitt rétt svar og það er ekkert ein uppskrift af einhverjum árangri, og þú vilt frekar að stofan sér forvitin og er að spurja og er að skilja það sem hentar þér, því það er ekkert one size fits all. Einmitt. Þau breyttu mismunandi markupum hvert þarna markmið er og svona. Við fullri vinningu fyrir nýju stofum, en maður tekur eftir smá svona tendens þarna. Það virðist vera að segja, já, þetta er eina svarið, það er allir á netinu, einhvern veginn. Þessi fílingur, eins og ég upplifði þetta nýja, en svona þessi rótgróni stóru stofurnar, bara lítill bransi okay, já. og bara skemmtilegu bransi. Já, þetta er mjög skemmtilegu bransi og einhvern veginn hann svo hraðar breytingar eiga sér stað núna, bara þegar maður læriði markaðsmál fyrir einhverjum árum, það er bara úrelt núna sko. Þú ert að læra eitthvað nýtt, bara ekki hverju ári heldur, bara í hverju mánu þá er komin einhver nýr miðleiku við nýtt trend og þetta er alveg ótrúlega hraður bransi sko. Svo gaman í þessu er þessi skapandi vinna og það er svo gaman að læra, það getur allir lært að vera skapandi, bara vöðvi sem þú þjálfar og þú lærir svolítið að horfa hlutina út frá mörgum sjónarhornum og svona. Þannig að þegar ég tala alltaf um orðið creativity, það vantar íslenskt orð fyrir creativity, þessi sköpunargáfa, því það er ekki rétt, það er ekki allir með, mér finnst það að það sé ekki til eins sem þetta sköpunargáfa. Sköpunargleði. Það er til. Gleði hjálpa þér að skapa. Það er, ég var ekki að búið þetta til, sko, er þetta ekki? Jú, sköpunargleði, það er svona bara mjög lýsandi hugtaka þegar það er gaman að þá er og það er líka ekki hægt að búa eitthvað til nema það sé gaman, sko, þú getur ekki verið í fílu að reyna að fá einhver góða hugmyndir, sko. Nei. En það er líka, maður getur ekki kveikt á sköpunargleðinu eða kreatífinu, sko, þú verður einhvern veginn að vera í mútinu, eða ert þú alltaf bara, getur alltaf sest niður bara að fengja góðar hugmyndir eða þarf þetta að vera svona réttstendur? Nei. Og það er svolítið ranghugmyndin oft, fólk heldur að það komi að þú sést bara, hann svo klár, hann svo sniður, þetta bara kemur, nei, alls ekki. Þetta er oft gríðarleg vinna. Stundu getur maður orðið alveg brjálaður, maður að skrifa eitthvað fyrirsögn eða herferð eða koma eitthvað hugmyndir og þú ert bara, guð mig góður, ég er hræðilegur. En svo þegar maður situr við þetta og maður svona nostrar við þetta, og einhvern veginn fer maður oft á eitthvað stað sem að er góður. Þannig að fólk gleymir oft, þú þarft oft að gefa smá tíma. Þegar ég er sest niður og ætla að fá góðar hugmyndir að skrifa eitthvað, að gera eitthvað, þá get ég gleymt því, sko. En þegar ég er að gera eitthvað allt annað út í göngutóri eða bara fara að sofa eitthvað, þá allt í einu byrjar þetta að koma, sko. Það er að magna, finnst mér við þetta, þú undir með þetta einhvern veginn hjálpa þér. Og ég held að sé mér sem vísindilega búin að sýna fram á þetta, þú ert að tækla eitthvað vandamál og þú ert að grænda og þú ert að reyna að finna alls konar fleti og gengur ekki neitt. Svo fer að gera eitthvað annað, þá er á sama tíma undir með þetta einhvern veginn. Þetta er það nægstar. Svo vaknar kannski morgun eftir allt í búm, heyrðu, hér. Það er svo gaman þegar maður er bara, þú veist, alveg að sofna og svo allt í einu bara, ég verð að skrifa þetta niður í símann svo ég gleymi sig ekki morgun. Það er svo gaman þegar að kveiknar á perunni, sko. Það er líka góð regla fyrir alla. Skrifi niður. Það er eina reglunum líka. Já, ekki segja að ég mann þetta morgun, alltaf það gerist ekki. En nú er þið mikið að vinna með vörumerki og þú ert að lifa hræðast í þessum bransa. Hvað er svona þitt uppáhalds vörumerki? Er eitthvað sérstakt? Á Íslandi? Já, eða bara almennt. Má vera á Íslandi eða... Sko, Íslandi, það sem kemur fyrst upp í hugan á mér, myndi ég segja að væri til dæmis Icelandair og Krónan.
mér finnst þau hafa náð mjög flottum árangri. Hvað það þá sem að þau eru að gera? Er það þá skilabóðin eða er það markaðsefni bara? Þetta er allt bundið saman. Sko, það sem að Iceland náttúrulega hefur, þetta hafa kannski svolítið ráðandi stöðu, en þeir eru búin að búa til þetta kunnuglega vörumerki. Við þekkjum öll Icelandar, við vitum hverju við búumst við og það hefur náttúrulega tekið gríðarlega langan tíma. Krónan finnst mér mjög sterk þegar hafa komið inn á hana lágvörumarkað, þeir hafa verið að taka upp svona málefni líðandi stundar eins og matarsóun og bita fyrir börnin, bara svona litla hluti sem hjálpa fólki bara í hinu daglega lífi og það er bara svolítið krónan og hún er bara búin að eigna sér það svolítið, hún er ekki bara ódýr, hún er bara einfalda lífið og þau hafa gert það rosalega vel. Já, alveg samanlegur og Landsbankinn finnst mér líka mjög sterkt vörumerki. Ég teka fram Twist að vinna með Landsbankann, að kunni hjá okkur en það sem að gerði okkur svo spennt fyrir Landsbankanum er það að það er þessi langtíma hugsun og þau eru bara búin að búa til rosalega sterkt vörumerki. Sumir halda fyrirtæki svo Nova og Indo og fleiri vekja gjarnan athygli því þau eru svolítið hress og eru að gera eitthvað skemmtilegt og svona pop og kók og feelingur. Landsbankinn er bara svona Landsbankinn. Þetta jarðbundna, öruga og þeir eru bara á þeirri hillu og þeir munu bara vera það áfram. Já, þetta er ekki eitthvað svona trend-based sem að Nei, en það væri mjög skrítið að Landsbanki fara alltaf inn að segja pappabrandara. Já. og það er þetta einmitt, það er þessi langtíma hugsun og ég veit að það er mjög algengt að fólk fari í eitthvað svona rýbrönd og fleira en mér finnst það er því miður smá ósig, fólk er ofta að ofmeta ferskleikan og vanmeta þetta kunnulega því það er svo mikið verðmæti í þessu kunnulega þú þekkir það og getur gengið að þessum vísu ég kannski borga örlítið meira, ég veit alveg hvað ég er að fá þú veist, þessi hugsun og það myndi ég segja að væri svona sterkt vörumerki. Já, en þetta er auðvitað alltaf gömul og rótgrónu vörumerki en hvað myndir þú ráðleggja þeim sem eru að stofna sitt eigið vörumerki til dæmis eins og ég? Hvað myndir þú ráðleggja mér að gera þegar ég er svona að byrja að setja grunninn? Er eitthvað svona sem að handbók, eitthvað svona checklistar sem að verður að vera með á hreinu? Tvist handbókin? Nei, ég myndi segja fólk fellur gjarnan í þá gildru að vilja kannski gera of mikið og segja of mikið það sem ég segi við segjum ofta fólk líka er að veldu er eitthvað svona hillu eitthvað eitt þátt kannski ég seti eitthvað dæmi svo ég geti tekið dæmi hvað er að fyrsta sem þú hugsar en þú heyrir Volvo við þú ætlar að lýsa því og ég segja hvað kom fyrst upp í hugan bíl ok, þessi tilhörn hefðast ekki vel. Nei, þú gætir örugglega spurt mig hvaða bíltegund sem er og ég bara veit ekki sem bíla sko. Ok, Volvo allavega þetta er ekki traustur bílstæður til að vera nei, það er eitthvað annað. Það er eitthvað annað, það er Brimborg. Já, Brimborg er mitt. En ég bara spyr mig eitthvað annað heldur bíla. Ég er góð í vörumerkjum nema í bílategundum. Ok, þannig með Volvo, þeir eru búin að vera með fókus á öryggi og þeir hafa bara verið á þeirri línu, alltaf. Volvo er öruggur og það er það sem við köllum gætan svona single-minded proposition það er eini þáttur stundum vil segja, við þurfum að segja, við erum umhverfisvæn við erum örugg, við erum traust og það er bara oft og mikið velja sér bara frekar eitthvað fókuspunkt og nostra svolítið við hann og hlúa svolítið að því og því að það kemur sín ljós að Volvo er ekki eins og öruggast í bílarnir samkvæmt öryggisprófunum. Nei, þeir eru búin að skapa sér hughrif af því þeir eru búin að segja þetta aftur og aftur í þetta er fjölskyldubílar, hann er öruggur. Já, einmitt. Nei, ég hugsa bara bónus, ódýrt, þetta er einhvern veginn, þau eru ekki að fókusa á allt vöru úrvalið, þó það sé gríðarlega mikið vöru úrval, þá eru þau einhvern veginn ekkert alltaf að fókusa það, þá eru að fókusa á verðið. Gott dæmi líka til dæmis, ef þú horfir á gosdrykkjamarkaðin. Gosdrykkjamarkaðin út alltaf með svolítið generiska vöru, í grunninn er þetta vatn, kolsýra og sykur. En ef þú horfir á Coca-Cola, þá ertu með samverustundir. Þú horfir á Red Bull, jaðaríþróttir. Já. Þetta er samt í grunninn sami hluturinn. Þú erum dós með vatn, kolsýru, en vörumerkin eru öðruvísi. Og það er sem að gera þetta svo áhugavert. Þess vegna og ég veit að komið fyrir inn á það í þættinum áður fyrir þætti hjá þér, ég man ekki hver það var
en vörumerki ekki bara logo og litir og vörumerki eitthvað það bara partur af þessu fyrir mér vörumerki bara svona hughrifir en tilfinning, bara hvað tilfinningu eins og þú segir orð poppa upp í hugan þegar þú heyrir vörumerkið en það svona skiptir svo miklu máli að vita fyrir hvað stendur bæði hvort sem þú ert að tala þitt persónulega vörumerki eða fyrirtæki það snýst allt að búa þér til þennan grunn og svo getur þú tekið allar ákvarðanir í kjölfarið út frá því hvort að það passi við þá hugmynd. En ég veit að mér finnst þú persónulega á mjög skemmtilegum stað því þú komið með svona gott þema fyrir þetta hlaðvarp. Þú var með eitrauðan þráð og svo eru fólk að dansa kannski í kringum þessa línu og þú fær marga mismunandi gesti en þú ert með hann rauða þráð. Maður veist, þú tekið eftir hlaðvarp með það sem bara var að tala um eitthvað. Ég veit ekki, ég fíla það persónulega ekki sko. En ég er búin að vera alveg svona pínu svona hvort ég sé út allt af því að þetta eru þetta mjög ólíka sögur og allt svoleiðis en í grunninn er þetta allt viðmælandi sem tengjast á einhvern hátt sterkum vörumerkjum eða saman hvort þessi persónulegt vörumerki eða eitthvað og líka bara það, ég geti tekið hvert sem er og fengið henni viðtal og hann hefði einhver áhuga að vera sögu að segja sem að tengist einhverju vörumerki eða einhverju hvort sem það er hans persónulega vörumerki eða eitthvað annað, það er bara einhvern veginn það hafa allir áhuga á þessu og það er allir einhvern veginn sem ég hef talað við með einhverju hugmynd langar að gera eitthvað, vinna fyrir eitthvað vörumerki eða búa til sitt eigið Þetta er svona þægilega stór rammi ef þú ætlar að gera eitthvað fyrir alla þú getur það ekki það er akkurat máli þú þarfst að velja þér hillu og staðsetja þig og móta þér ákveðna sérstöðu og það er það sem oft snýstum að ef þú vilt að vörumerki ná okkur árangri þá þarfst að ná að gera það Já, ert þú eitthvað að hugsa svona þig sem vörumerki? Já, eftir að ég hlusta á þættina þína Já, ok Nei, ómeðvitað auðvitað ekki beint viljandi kannski Nei, ertu svona markvist að reyna að tengja þig frá Gumma í strætó? Nei, ekkert markvist en bara allt það sem ég ger og það sem ég stend fyrir ég held að það er svona það í lokum mótar bara mitt orðspor og mína ímynd Það er einmitt akkurat máli við erum á litlu landi og þetta er eins og varst að segja kannski ekki það stór bransi það skiptir svolítið máli að vita fyrir hvað maður stendur Þannig að þú veist, eins og segi, ef ég myndi þú reyna að lýsa mér sem einhverju vörumerki ég myndi segja að ég var í hugmyndaríkur opinn, sveigjanlegur og alltaf tilbúin að hlusta ég veit ekki og það er bara einhvern veginn á þess að þó ég seti einhvern merki með á eða eitthvað, þetta er bara mitt orðspor þá, það sem ég er búin að reyna að byggja upp frá því að þú stendur fyrir En ég glemdi auðvitað eins og alltaf þá gleymi ég að byrja á því sem ég ætla að spyrja alla viðmælendur að það er spurningin hvað þú myndir ráðleggja sjálfum þér eða yngri útgáfunni af sjálfum þér Ég myndi segja hafðu trú á sjálfum þér og ekki ofhugsa hlutir eru yfirleitt ekki eins slæmir og þeir virðast vera og ef ég það myndi kannski eiga vel við mig enda þegar ég var eldri þá fylgdi ég því og elti það sem ég langaði að gera En það verður ekki alltaf verið þannig og ekki kannski alltaf haft tróður Nei það vantaði kannski upp á svolítið þegar maður var yngri Já, það tengja sennilega margir við það en þú er greinilega ekki látið að stoppa þig þú hefur bara sást eftir því og ákveðið hvað þú ætlar að gera og bara fundið leiðirnar að því En þú ert búin að ráðleggja yngri útgáfuna sjálfum þér en hvað myndir ráðleggja hlustendum hvað skilaboð eða áskorun viltu að þeir taki með sér úr þættinum Við getum kannski bara gengið út frá því að þeir sem séu að hlusta á þennan þátt séu svona þeir sem að annarkvæmt eru að starfa innan þessa bransa eða þessa geira eða hafa áhuga á því þannig að við getum kannski tekið þetta út frá þeim vinkli hvað myndirðu ráðleggja þeim sem að vilja annarkvæmt efla sér í starfi eða bara komast inn í þennan bransa Sko, það sem ég myndi ráðleggja flestum og það sem ég sé stundu þegar ég er að vinna með öðrum markastjórum eða fyrirtækjum Fyrsta lagi verður þú sjálfur það er að besta sem að talsmaður getur gert að vera eins og ég kom inn og að vera authentic, vera svolítið ekta fólk þefar uppi þegar einhver er fake og einhver er að reyna að vera eitthvað annað en er í öðru lagi verið hugurök það er oft frábærar hugmyndir sem komu upp en svo vantar hugrekki til þess að framkvæma þér, það er alltaf ótti við einhver viðbröð hér og þar en með það sem ég sé góðar hugmyndir og ef Götti segir þessi góð hugmynd verður hugurök og prófaðu þannig að hugrekki
og verð þú sjálf. Já, og stundum texta, stundum ekki, en þá er það allavega alltaf læg að hafa prófað. Þú prófar allavega. Gott dæmi, ég verð að taka eitt gott dæmi. Þegar ég var til dæra nýbyrjaður hjá Twist, þá sem sagt var ég að vinna með TM og þau voru að koma markað netöryggistryggingu og þau vildu vekja athygli á því í netöryggismánuði. Ég kom þá með hugmynd að við myndum kaupa yfirtöku á auglýsingaskiltum og strætóskilum á ákveðnum stöðum og láta hakka þau og þannig að þetta var sólarhrings yfirtaka. Þetta byrjaði fyrst bara sem hálfgerð errorskilaboð og svo urðu skilaboðin skrýtnari þegar leið á daginn. Svo endaði dagurinn á því að þetta endaði á skilaboð á TM, netöryggistryging hjá TM. Já, þetta kom í fréttunum. Og það var einmitt þarna aftur þetta gut feeling og þetta svona kannski fréttanefi hjá mér. Ég hugsaði, þetta gæti alveg vakið viðbrigði, fólk átti sig ekki á því. Og ég held að Billboard sem á þessi auglýsingar skildi hafa fengið 100 símtöl. Fólki sem var með gríðarlega áhyggjur á auglýsingunum. Einmitt. Þetta er frábært dæmi, sko. Bara þetta hefði alveg geta verið bara hugmynd sem fóreldrar lengra bara nei, þetta er alltaf ruglað, nei. Já, nei. Ég er svo ánægður að TM tók sénsinn. Já. Það var þetta hugrekki, svo var þetta bara geggjað. Já, en líka hugrekki að þér að bara að fá þessu hugmynd og fylgja henni eftir af því að þetta var hugrekki hjá báðum aðilum. Það er geggjað þegar þetta spila saman, sko. Þetta er dæmi hugrekki og það er ekki allir konur sem hefur kannski verið tilbúin í að fokka í auglýsingaskildunum. Enda, já. En þetta vakti athygli og á málefninu. Þetta var bara dæmum frábærlega hefna herferð. Þannig að já, þetta er góð skilaboð í lokin. Hugrekki og taka sénsinn og vera ekta. Akkurat. Hvað er framöndan hjá þér? Núna ertu komin í helgafrí? Já, ég ætla að fara í bústað og bara njóta með stelpunum. Frábært, það er róleg törn framöndan bara, eða ekki? Það er lítið að gerast í auglýsingamarkaðnum minna næstu 2 mánuðina. Já, lokkmólla. Já, rólegstu tíma ársins. Nei, ég er eiginlega búið með jólatörnina samt. Í alvörunni? Þetta tekið upp núna í nóvember. Já, þannig að þú ert bara farin í frí. Já, auglýsingabransin, jólin og auglýsingabransin byrjaði í október. Já, reyndar, sko, en það er nóg byrtingum og alls konar hlutum sem kom upp, sko. Nei, ég segi svona, það verður komið meira. En hvað það verður búin að vinna efnið og svona? Það er mjög fyndið, maður þarf ofta að setja sér jólagýrin bara í september, október. Já, það er svolítið svo leys. Þetta er áhugaverður tími, en Gummi, takk kærlega fyrir að gefa tíma til að koma. Það var mjög skemmtilegt spjall. Takk fyrir að leyfa mér að koma. Já, þetta var skemmtilegt spjall við hann Gumma og hver hefði trúað að þetta væri hans frumrein í hlaðvarpsheiminum. Ég var að klára hlusta yfir þáttinn og Gummi hann er með svo þægilega rödd, talar skýrt og rólega eins og ég er að reyna að tilengja mér. Það gengur svona líka vel. Ég var að enda við að senda skilaboð á Gumma og segja að hann ætti að byrja með sitt eigið hlaðvarp. Mér fannst þetta alveg frábær hugmynd í nokkra sekundur en leið og ég var búin að senda á hann þá sá ég eftir því af því að þetta er auðvitað sérfræðingur í vörumerkjum og hann gæti fengið einhverjar hugmyndir og látið sér þetta í huga að stofna eitt slíkt, jafnvel bara vörumerki. En ég segi bara Gummi, ekki láta þér detta það í hug, þetta er mitt. Ég segi svona, en ég held að við segjum þetta bara gott í dag. Þátturinn var að sjálfsögðu tekin upp í okkar allra besta tech-stúdíó eins og allir þættir. Takk Alfreð og velkomin í hópinn, en fyrst og fremst takk öll þið sem eru að hlusta. Og jú, ég ætla að segja það einu sinni en amma til hamingju með daginn. Ég heiti Margrét Björk og þetta er Vörumerki.